Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, herðu, við ætlum að ræða NATO eða, hvað segja, svona öryggisstefnu Íslands í víðsjárverðum heimi. Það náttúrulega margt að gerast út í heimi. Það þessi þjóðamorð á Gaza, studd af Bandaríkjunum og mörgum ríkisstjórnum í Evrópu við mikil mótmæli almenningsvíða. Það Úkraínu stríð sem ekki að linna, að versna og þar eru ráðagerðir að gefa í, að fara að skjóta á skotmörk inn í Rússlandi, að senda hermenn til Úkraínu, það verið rætt það í ýmsum löndum. Það mikla breytingar. Íslendingar hafa tekið þátt í þessu og eru farnir að senda vopn á vígvöllinn sem stefnubreyting, þó svo að stjórnvöld hafi verið að gera lítið úr því kannski. Þannig að það eru tilefni fyrir okkur að ræða þetta. Ég hef gert það svolítið hérna við rauðaborðið, alltaf þegar Hilmar Þór Hilmarsson á leið bæinn, þá kemur hérna við rauðaborðið og við ræðum þessi mál. Mjög áhugavert viðtal sem við tókum við hann hérna fyrir skömmu, fyrir svona 2 vikum og hann skrifaði áhugaverð grein á Vísi sem var á Ísland framtíð í NATO sem kannski þykir djörf framsetning. En það bara einfaldlega þannig að það eru ólíkir öryggishagsmunir sem eru inni í hernaðarbandalaginu NATO og sem mun reyna á næstu misserum. Til þess að halda áfram þessari umræðu hef ég fengið hér 3 áhugamenn öryggismál, alþjóðamál, heimsvaldastefnu kannski. Viðar Þorsteinsson sem framkvæmdastjóri innan Eflingar. Fræðslu og félagsmál, CEO. Já. Og Tjörfi Sjött sem doktorsnemi og Andrés Ingi Jónsson sem þingmaður. Verið velkomnir. Takk. Ef að byrja á því að velta fyrir okkur, staðan í heiminum og okkar heimsluta þannig að það sé tilefni til þess að við ræðum gaumgæfilega öryggishagsmuni Íslands. Viðar. Já, ég held að það hljóti að vera það og bara öryggi okkar, öryggi barnan okkar, framtíðina sem í vændum ég bara stend sjálf með því að hugsa mikið út frá bara börnunum mínum sko. Ég hugsa það hvaða svona heimsmynd mögulega í fæðingu sko, vegna þess að það held ég alveg klárt að það eru raunverulega hræringar að eiga sér stað bara akkurat núna, það að gerast akkurat núna og ég handviss það, þú veist, stundum veit maður það ekki fyrir en eftir á hvernig það að gerast sko og þá ásakar maður sjálfan sig að hafa ekki tekið eftir þegar það var að gerast, en það að gerast núna. Hverjar eru þær breytingar? Já, það eitthvað svona það eitthvað ójafnvægi að eiga sér stað og það kann að vera að þú veist, sagnfræðingar framtíðarinnar munu horfa á þetta tímabil sem við erum í núna sem svona endalok á svona millibils ástandi, svona interregnum ástandi sem má segja hafi byrjað bara með endalokum Sovétríkjanna kringum 1990. Þar sem var svona myndist ákveðið svona valda tómarum og það Bandaríkin sem mann ætla bara að fylla upp í það og ætla sér að fylla upp í það og halda stöðu sinni þar og ætla að dóminera sem eitt heimsveldi og það verði svona einpóla heimsmynd. En ég meina það margt sem bendir til þess að svona það verkefni sem kannski náttúrulega var, þú veist, má segja bara hafi hreinlega ekkert endilega tekist, ekkert endilega gengið upp. Kannski ekki verið raunsætt heldur? Nei, var kannski heldur aldrei raunsætt, en ég meina, já, það ymsar spurningar auðvitað það, en að það, einhvern veginn svona tímabil þess að hægt sé að telja sér trúm það að þetta sé áttin sem sagan að stefna í eða eitthvað slíkt. Ég meina, ég held að það sé mögulega að líða undir lok og ég held að sum af þessum hernaðarátökum sem við sjáum eru svona stoðir sem að hrikta í og og þá sér maður að þá fyrir líka svona fyrir að stað svolítið þessi svona spenna og skautun í umræðinni vegna þess að ég held að það ákveðin öfl sérstaklega hér á Vesturlöndum og svona meðal okkar og líka hér á Íslandi sem að voru búin að venja sig
aðeins vel við tilhugsunina það að það væri komin einhver svona ein póla heimsmynd og líka sagt, vegna þess að það tengist ákveðnum svona hugmyndu fólk sem gildi og hugsun, við skulum hafa það í huga. Þetta náttúrulega arfleifð kaldastríðsins, að kaldastríðið í hugum mjög margra var ekki bara svona einhver rá valdabarátta, heldur var hún snýrst hugsunir og gildi og eitthvað slíkt sko. Og það þá líka það sem ég held að þetta snúist í huga margra og ástæðan fyrir því að margir vilja stilla sér upp þá og einhvern hátt sko með Bandaríkjunum í þeirra baráttu fyrir því að halda þessari heimsmynd gangandi þó svo að þetta kunni að vera mikið feigðarflan. Stjórnmálafólki tekur mikla áherslu á þessu, talar að við sem að vera í okkar gildi. Já, akkurat, það mjög áhugavert að heyra þessa gilda umræðu sem að svona svolítið svona einhvern veginn svo linsa sem að fólk virðist bara vera alveg ótrúlega svona ógagnrýni við að beita og mér finnst það merkilegt og ég vil náttúrulega byrja því að segja að þetta náttúrulega mjög æskilegt að fólk hafi gildi og standi með sínum gildum og allt það en ég held til dæmis að svona þeirri linsu hafi mögulega verið svolítið svona misbeitt til dæmis á spurninguna til dæmis útþenslu NATO gagnvart Rússlandi og þau átök sem að það hefur síðan fætt af sér og því ég held á endanum að þá það nú eiginlega ekki þannig í heiminum í dag að það sé endilega neinn svona sterk gildi endilega sem að draga sko, þú veist, víglínur milli herbúða. Ég held að við sjáum það nú kannski svona að ýmsu leyti, ég getum talað meira það en allavega mín tilfinning svo já að það séu svona miklar það séu svona hræringar og þú veist titringur í heims myndinni þessari svona undirliggjandi svona þessu kerfi og þess að kerfið í alþjóðamálum alltaf kerfi, alltaf verið kerfisbundið og ég óttast það að til dæmis leiðtogar og stjórnmálaöfl muni freistast til þess að leysa úr spennu og ágreiningi með hernaði oftar heldur en örar og oftar heldur en kannski raunverulega þörf og ég óttast afleiðingar þess, ég óttast stríð, ég óttast óttast að það sé ekki nægilega gagnrýnin afstaða til stríðs sem bara, þú veist, lausnar og ég hef ágjör af diplomasíu, ég hef ágjör af því að hún sé að sko svona gleymast sem list. Mér finnst stjórnmálaleiðtogar á Vesturlöndum vera veikir þegar kemur að því að beita diplomasíu og hugur ekki til þess að beita diplomasíu, skilja hvað það þýðir, vera tilbúnir að færa hugsanlega það skammtíma fórnir sem þú þarft að færa til að geta stundað diplomasíu í þágu svona kannski, þú veist, hvað ég segja, svona heildarhagsmuna eða í þágu framtíðarinnar og barnana eða eitthvað slíkt. Ég hef ágjör á svona tilhneigingu til þess að vilja slá á stríðstrommur sem mjög hættulegt og það býr til ástand þar sem verður til svona það sem var til dæmis kallað í sko þegar fyrri heimsstyrjöldin braust út, það var svona war fever, dómgreind, skynsemi, yfirvegun, jarðtenging og stilling fíkur út gluggann sko og það blásið í herlúðra og það verður til stemningin þar sem sko þú ert annarkvort með eða á móti og það kemur ykkur trú á það að stríð geti verið dygðugt, stríð geti verið lausn réttlátt og geti og verið réttlátt og þannig að ég meina ég hef þungar ágjur af þessari heimsmynd hvert hún að fara og maður upplifir svona þessa tilfinningu að það er hætta á stigmögnun líka mjög víða vegna þess að það auðvitað það sem maður getur alltaf gerst og það hinn raunverulega hætta því að það sem hefur náttúrulega ekki breyst síðan í kaldastríðinu það að við erum ennþá með hernaðarstórveldi sem hrúgur af gereyðingavopnum sem að þau eru tilbúin til notkunar, kjarnorkuvopn, efnavopn, fleira, nefndu það og geta farið komist í þær aðstæður, geta náttúrulega slysast í þær aðstæður ef ekki gætt að sér, að það verði til svona hvatar fyrir þá alla aðila að byrja í sífellu að stigmagna sínar deilur meira og meira og meira. Má ég spyrja þig út í þetta Tjörfi varðandi stigmögnunina í Úkraínu því að þú nú komið hingað stundum sem svona greinir á hernaðarstöðinni að það eru margir að kasta inn svona yfirlýsingum og kröfum inn á þetta bál
að senda hermenn til Úkraínu, að skjóta á skotmörk innan Rússlands, annað slíkt. Sérðu þessa stigmögnun eða hættun á henni vera að skapast? Já, við erum klárlega að sjá stigmögnun á stríðinu núna og það kannski meðal annars út af þessari nýju sókn Rússa þarna í Kharkov-héraði og þá lítur þetta illa út fyrir Úkraínu að þessu mögulega að fara að tapa og þá kannski svona einhver örvænting og þá náttúrulega tilhneiging til að stigmagna átökin svar við því og þess vegna verið að kalla til því að gefa þeim grænt ljós, þeir hafa náttúrulega verið að skjóta inn á landsvæði Rússa en að gefa þeim opinberlega grænt ljós til að nota eldflaugar eins og attackun og svona til þess að skjóta inn á landsvæði Rússa fyrir landamærin 2014, þess að þetta ekki bara á Krímskagan og það myndi náttúrulega vera alveg fordæmalaus stigmögnun af því það í fyrsta sinn síðan í seinni heimsstyrjöldinni, það gerist aldrei í kalda stríðinu að stórveldi í svona proxy stríðs staðgengla átökum gáu sínum þessu ríkjum sem þeir studdu sínum proxys leyfi til þess að ráðast á heimasvæði hins stórveldisins. Það alveg bara fordæmalaust. Það gerist aldrei í Kóreustríðinu, Víetnamstríðinu eða öðrum sambærilegum átökum í kalda stríðsárunum, þannig að það svona stór stigmögnun og það náttúrulega núna eru... Hverjir eru að leggja það til? Jens Stoltenberg, hann búinn að leggja það til yfirmaður NATO og hann náttúrulega lengur forsætisráðherra Bretlands Boris Johnson og utanríkisráðherra, nú utanríkisráðherra Bretlands David Cameron og fleiri ráðamenn og margir þingmenn í Bandaríkjunum. Það eru búin að vera svona umræður þetta núna í Bandaríkjunum og utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann svona gaf það í skinn, Antony Blinken en svo virðist það ekki að samt vera ákveðið þannig að þeir eru svolítið svona tvístiga með þetta þó að það séu búin að vera mikla yfirlýsingar þetta núna að því að þeir virðast átta sig á því að þrátt fyrir yfirlýsingarnar að þetta náttúrulega mjög mikil mjög stórt skref og mjög mikil stigmögnun og náttúrulega þar á undan var Macron forseti að tala að senda franska hermenn til Úkraínu og það náttúrulega mikið stigmögnun, það myndi þýða að bara NATO væri bara orðið beinn þátttakandi í átökunum og það þýðir í rauninni bara stórveldastríð og þriðja heimsstyrjöldin og það var sem svag gegn því sem að Rússar fóru að stunda æfingar með svokölluð taktísk kjarnavopn sem náttúrulega mjög óhugnaleg þróun af því að það líka rauninni fordæmalaust að vera að stunda opinberlegar æfingar með kjarnavopn eins og segir að skilur undirbúa á notkun þeirra og það var svona sem svar við þessu þannig að þeir eru svolítið ítreka þetta skilur nei, þið skulle ekki stíga hingað inn það var svipað þegar innrásin hófst uppalega þá setti Pútín kjarnorku herdeildir Sovétríkjanna á hvernig segir maður high alert og það svona þessi skilaboð skilur nei, þið skulle ekki skipta ykkur af því að þá þetta svokallar nuclear deterrent þessi fælingarmáttur með kjarnavopninu þannig að við erum klárlega að sjá þessa stigmögnun og svo náttúrulega líka það svo margt sem ættir að tala í þessu að Úkraínumenn eins og sé hafa verið að gera árás á landsvæði Rússa þeir gera meðal annars árás á radarstöðvar Rússa sem þeir nota til þess að bera kennsla á kjarnavopnárás, þetta svokallega early warning radar og þeir eru búin að gera árás á tvær þannig radarstöðar og það líka fordæmalaust, það hefur aldrei áður gerst þetta svokallega strategic nuclear infrastructure að gera árás á innviði sem eru notaðir til þess að í svona kjarnavopnamálum til þess að bera kennsla á kjarnavopn og það náttúrulega þannig í kalda stríðinu þá var talað ef það eru ekki kjarnavopnaárás þá er fyrst gert árás á þessar radarstöðvar skilur það var þannig í þessum kjarnavopna áætlunum og Þannig við erum raunverulega nær kjarnorkustríði heldur við vorum í kalda stríðinu með Kúbudeilunni meðtaldri bæði Pútín og Biden, forseta Bandaríkjanna og Rússlands hafa sagt það að núna séum við það sé meiri hætta á kjarnorkustríði heldur en að hápunkti kalda stríðsins og þar með talið vantilega Kúbudeilan Þeir hafa báðir sagt það, vissulega var náttúrulega Kúbudeilan hún var mjög skýri mjög ógnuleg en þetta náttúrulega miklar yfirlýsingar og ég meina og þeir áttu að segja á þessu og svo eru náttúrulega vísindamenn eins og Bulletin of Atomic Scientist, það eru kjarnorkuvísindamenn og aðrir sérfræðingar sem að halda út í tímaritum þessi mál og þeir eru líka fjallum út á varavis og segja og þó náttúrulega dómstagsklukkan og vísinin sem að þeir halda úti sem að einhvers konar mælistika á þetta á þessa hættu og þar hefur vísinni verið færður nær miðnætti heldur nokkuð tíma fyrir og einmitt í tengslum við þetta þannig að þetta er sem ekki bara sumir þjóðarleiðtogar benda á eins og Biden og Putin hafa gert og verið að átta sig á þessu líka eru sérfræðingar að tala þetta og vara við þessu og ég á að gera því það er voru lítið þetta í umræðinni í meginstans fjölmiðlum eða stjórnmálamenn margir stjórnmálamenn hér á landi í Evrópa og Vesturlöndum þeir gera lítið úr þessu
gera lítið úr kjarnorkuvopnum. Og gefa í bara. Já, gefa bara í. Það er, þú veist, munið hvernig það var í kalda stríðinu, þá óttaðist fólk kjarnorkuvopn, þá óttaðist steinvörnum, fólk var mjög svona, ekki svona gung-hó, sko, og fólk dróð sér meira til hliðar, svo reyndi meira svona að stilla málum og vera aðeins rólegri, það er ekki þannig núna, þetta er eins og við erum komað að þetta minnir ástandi í fyrri heimsstyrjöldinni, svona war fever, fólk er alveg bara að missa sig í einhverju svona tilfinningahyggju, sko, það er frekar óhugnalegt, sko. Andrés, ætti þetta ástand ekki að leiða til þess að við Íslendingar værum að svona endurskoða öryggistefnu okkar? Jú, og... Það er ekki gefið að við græðum á kjarnorkustríði? Já, þetta er nú kannski bara þegar orðið til þess og í rauninni... En við erum frekar í því að vera, við tölum frekar eins og hersöðingja frekar að vera diplomatar. Já, það er vandinn. Staðan er að breytast hér innanlands og hún er að fara í ranga átt víða, finnst manni. Það gerðist löngu árin Rússar réðust inn í Úkraínu að við fórum að vera með varanlega viðveru upp á Keflavíkurstöð aftur. Svo herstöð opnaði bara aftur án þess að nokkur vissi af því fyrir nokkrum mánuðum seinna. Það var bara búin að vera hermaður á vakt í 3 ár viðstöðulaust og nú eru 300 manns að meðaltala á dag þarna. Það verið að byggja fyrir 20 milljarða innviði fyrir alls konar viðbúnað. Það verið að geyma í rauninni bara stóra herstöð á lager þannig að sé hægt að poppin upp hjá okkur eða fljúin eitthvert í nágrennið ef þörf þykir. Það hefur verið að senda hingað stórar sprengivélar sem eru aðalega til þess ætlaðar að ferja kjarnavopn á endastað, senda þær hingað og endur skilgreina Keflavíkurstöð út frá hlutverki þeirra fyrir þessa vélar. Þetta er allt saman til þess að sýna að Ísland sé á einhverjum öðrum stað gagnvart þessari heimsmynd sem að svona hreyfast aðeins til eins og við að segir. Og líka, ef ég má skjóta, ég er svona áhugamaður að fylgjast með hvað utanríkisráðherrann okkar er að gera á Twitter og það er engin umræða. Það er oft skýrast, Já, það birtist það mjög áhugavert, en það er engin, ég hef ekki verið var við neina svona dýpri umræðu til dæmis bara þá staðreind að utanríkisráðherra Íslands fer og er þáttakandi í í raun og veru bara svona einhvers konar mótmæla aðgerðum í fjarlægu landi lengst í Austur-Evrópu sem er Georgía og ég kannski misminnir með þetta aðeins hvernig það var en hvort hún bara bókstaflega var bara þáttakandi í mótmælum fyrir utan þinghúsið í höfuðborg Georgíu sem er náttúrulega stór merkilegt og þarna er náttúrulega Ísland að stilla sér alveg í fremstu röð hauka í því að taka afstöðu þarna í þessum málum og það sjá þannig að allir að það sem er að gerast núna í Georgíu er svona fræ eða vísir að einhverju, þetta er svona ýmislegt sem minnir mann á það sem var að gerast í Úkraínu 2014 og svo framvegis og þú sér þarna hvernig ríkin hópa sér í kring tilbúin til þess að ætla að fara að hafa afskipti af innanríkismálum til þess að toga stjórnmálinn í Georgíu í eina átt frekar en aðra Þau voru beinlega að kalla eftir stjórnarskiptum af því að þessi ríkisstjórn sem er núna við völd og þessi flokkur sem er núna við völd þau vilja meina að þetta sé svona sem hallast meira á Rússlandi þannig að þau voru beinlinni þarna á torginu í Georgíu að kalla eftir stjórnarskiptum getið ekki myndað ykkur ef að segjum utanríkisráðherra Rússlands eða Kína kæmi hingað og væri hérna á Austurvelli að kalla eftir stjórnarskiptum og þetta má svo bera saman við aðgerðir og afstöðu og kannski bara yfirlýsingar á Twitter varðandi Palestínu það sem er að þessi stað þjóðarmorð sem er með stuðningi bandalagsríkja Íslands og svo framvegis og ég menn ekki fyrir utanríkisráðherra okkar þangað til þess að mótmæla því þetta fyrir til þess að mótmæla bara kosningum innan þingsins í Georgíu. Mér finnst þetta mjög merkilegt og ég sé þetta sem ég velti fyrir mér hvað gengur fólki til, hvað er Þórdís að hugsa er eitthvað langtíma strategi þarna á ferðinni eða getur verið að þetta sé bara svona war fever stemningin það er svo æðiskengi að láta taka mynd af sér einhver staðar þar sem þú lítur út eins og einhver hetja eða eitthvað slíkt En þetta verður svo að vera samstilt átak af því að þau fóru öll saman utanríkisráðherra Eystrasaltsríkjanna hún er greinlega að taka þátt í einhverju samstiltu átaki Hún hefur vísað í það að þetta sé aðgerð sem er svipuð og þegar Íslendingar studdu sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna sem er enn í minnum haft Það er eitthvað svona stórlagsafífur alltaf hjá ráðherrum að vilja verða svoleiðis típur að hitta eitthvað sögulegt moment en að því að við nefnir Palestínu þá getum við líka bara
þú veist, við meðum ekki gleyma því að lítið ríki eins og Ísland á allt sitt undir því að alþjóðakerfið sé traust, að svona reglur þess hvernig ríki koma fram við hvert annað séu virtar, vegna þess að annars erum við bara í vondum málum. Og það sem að gerast núna, sem kannski varhugaverðast í lengri tíma, að okkar ríkjahópur, bara NATO-ríki plus, að verða uppvís að mjög mikli hræstni gagnvart þessum 2 átökum sem við erum búin að nefna hérna í dag. Annars vegar að bregðast mjög hart við þegar Rússar ráðast inn í fullvalda sjálfstæða Úkraínu. Hins vegar að vera með eitthvað loðmölluleg viðbrögð þegar að Ísraelar ráðast inn með þjóðamorði í Palestínu. Ríki sem að við vorum með þeim fyrstu í okkar heimsluta til að viðurkenna sem fullvald og sjálfstætt ríki, og við bara sitjum hjá og látum einhverjar leinar yfirlýsingar duga, því að við ættum að vera að hrópa fullum hálsi það að Ísrael er bara að koma sér út til fyrsta, ekkert að kalla eftir vopnahlé, það bara að reka þennan árásaraðila út úr landinu sem við viðurkennum sem sjálfstætt og bara hætta þessu þjóðmáru og allt það. Í staðinn erum við sitjum bara hjá og býðum eftir því að heyri eitthvað forsöngvara í stærra og merkilegra landi segja hvað við erum að gera. Og tökum þátt í því að taka neyðaraðstoð, hætta neyðaraðstoð, sem náttúrulega bara eitthvað svona þáttaka í þjóðarmorði, sem náttúrulega þvílíkur skammarblettur á bara íslenska ríkinu, að bara mann vall eftir öðru eins. Og svo náttúrulega eins og hjásetan við ályktuna í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í haust, sem að Bjarni Benedikt stýrði sem ráðherra á þeim tíma, verður okkur til ævinlegra skammar, af því að þar fengu ríkin sem ætluðust til þess að sjá Vesturlöndin, sem alltaf að spila sig sem einhvern móralskan leiðtoga heimsins, ætluðust til þess að sjá þau standa við sinn móralska boðskap, og svo bara var fullt af ríkjum, þar meðal Ísland, sem bara stóðu kynnti því. Þetta líka fær mann til að hugsa bara svona hvaða hlutverk raunverulega svo gildi spila í þessu, að því ég meina Ísland, Bandaríkin, Þýskaland, fleiri leiðandi stór Vestur-Evrópulönd bara styðja beint og óbeint þjóðamorðið sem verið að fremja gagnvart Palestínumönnum, sem náttúrulega ekki bara eins og þú ert að benda á, Andrés, þetta náttúrulega gengur gegn þessu svona rules-based order sem stundum talað að það eigi að vera leikreglur í alþjóðakerfinu, og þetta náttúrulega sýnir að það er ekki til staðar. En líka hitt að gildin eru bara heldur ekki til staðar. Ég meina, þetta stýrist ekki af gildum, heldur af einhverju allt öðru. Og við ættum svo sem að vita það var hérna í Bandaríkjamenn töldu sig verið að verja gildi sín í Víetnam, en við ætlum vita hvernig það enda. Við sjáum þetta líka í þrengri umræðu innan NATO, bara það sem alltaf talað að þar sé bandalag lýðræðisþjóða sem hafi bundið spöndum að standa vörðum sín sameiginlegu gildi mannréttinda og öryggis. En samt þarna lönd eins og Tyrkland sem að endalaust að ráðast á Kúrda innan síns ríkis, eru að valda alls konar usla í kringum landið, og ætluðu síðan á tímabili til þess að Svíþjóð myndi gefa afslátt af sínum mannréttindum, bara mannréttindalöggjöf Svíþjóðar átt að gefa undan til þess að landi kæmist inn í NATO. Þannig að þessi gildi risti nú ekki dýpra en svo að það átt að gera kröfu á nýtt aðildarríki að henda þeim út gluggan til þess að komast inn hurðina. Maður hefur líka ágjör af þessu að svona brengluð sjálfsmynd Vesturlandabúa gagnvart þessum málum að fólk trúið í alvörunni að gjörðir Vesturlanda stýrist að gildum, og það trúið í alvörunni að það sé hægt að fara og halda því fram við fólk í Írak eða Palestínu eða Afganistan eða bara fleiri lönd sem hægt að nefna, skiljiði, að þetta hafi nú allt saman verið gert í nafni gilda. Það er ekki nokkur er ekki heil brú í því. En þegar við nefndu aðeins umræðuna, og ég nefndi viðtölun við hann Hilmar Þór áðan, og þau voru helgina þar sem að Þórdís Kolbrún mætti á Sprengisand á sunnudegi og mætti síðan í Silfrið á mánudagskvöldi, og þar satt hún í Silfrinu með eiginlega einhverjum hópi sem að tók undir það, og umræðan virðist öll vera þannig að við sem að fara í einhverja úrslita orustu okkar gildi, að við verðum að sigra stríðið í Úkraínu,
og að þetta sé og við verðum að senda vopn á vígvöllin af því að við getum ekki endalaust að senda ykkur hjálpargögn ef að Úkraínumenn að biðja vopn þá verðum við út af vopn og við verðum að auka útgjöld til hernaðarmála og allir svona tóku undir þetta og þetta var eiginlega kynnt sem bara ný stefna sem ég kannaðist bara ekki við að hefði verið neina umræðu í íslensku samfélagi. Og þess vegna fannst okkur gaman, mér og Hilmar að tala þetta og að sömuleyti ég líka að kalla á ykkur núna vegna þess að ég alltaf að bíða eftir þessar umræðu af því að mér finnst þetta svo stórkostlegar stefnubreytingar og mér finnst þetta svo stórkostlega aðkallandi fyrir íslensk samfélag að endurmeta bara öryggishagsmuni sína. Ég að segja að þetta tala að þurfa að vinna stríðið í Úkraínu það ætti nú hver að geta séð að það ekki, raunverulegt hvernig að segja, það er ekki raunhæft markmið. Þú getur sagt það, en það var rætt út frá því að annað markmið væri raunverulega ekki í boði. Já, fyrsta lagi það ekki raunhæft markmið. Það þetta minnir mig mjög á tímum Víetnamstríðsins, þá sem töluðu fyrir því að við verðum bara að vinna stríðið. Við verðum bara að senda meiri hermenn, senda meiri hergöng og vinna stríðið. Eða fyrir heimsstyrjöldinni. Það verið að senda heila kynslóð ungra manna til að deyja í skotgröfunum ár eftir ár og það einhver hersöðingi sem heldur að segja já, við verðum bara að halda áfram, við verðum að vinna. Skilurðu? Þetta er náttúrulega bara sturlun Má ég spyrja þetta spurning sem ég velt rosalega mikið fyrir mér og ég var forvitin að heyra hvað þú segir það heldur þú að Bandaríkin þegar að þessi útþensla í gangi og þegar að þessi atburðarás svona einhverju leyti sett á stað það farið yfir rauðustrikinn og menn vita að það áhætta á því að Rússar gerir nákvæmlega þetta eins og þeir höfðu gert náttúrulega í fleiri löndum svo sem svona í smærri mynd Var þetta svona var þetta misreiknað af hálfu Bandaríkjanna eða var það bara einhvern veginn, var þetta metið sem eðlilegur fórnarkostnaður að þetta gæti verið útkoman en þetta væri á einhvern nátt samt gott út frá því þá til dæmis að þetta hefur styrkt NATO, ég meina að það eru fleiri lönd búin að gangi í NATO og eitthvað slíkt. Hvað heldur þetta? Við náttúrulega vitum ekki hvað ráðamenn voru að hugsa, ég get ekki svarað því en ég get komið með svona educated guess, ég get komið með svona rökstudd ályktun og í fyrsta lagi er þetta færa rök fyrir því að þeir hafi bara hreinlega ekki vita hvað þeir voru að gera og þeir hafi bara hunsað þessar rauðu línur og svo komaði með óvart þegar þeir síðan brugðust við af því það, þú veist, ef þeir trúa sínum eigin málflutningi þá vilja þeir meina að NATO ógnir Rússland ekki neitt að þetta er bara lýðræði og eitthvað svona átta sig ekki á því að þú ert að fara með hergögn inn í löndin á landamærum Rússlands og ég meina hvað gerðist þegar að Sovétríkin komið með sínar eldflaugar inn í Kúbu á sínum tíma skiluru. Það er eins og þeir átta sig ekki sinni á því að þeir líta á þetta sem ógn og þá er þetta að færa rök fyrir því að þetta hafi bara verið þeir hafi ekki setjað fyrir og þetta hafi bara verið mistök. En sama tíma eru svokallegir neocons, nýíhaldsmenn, stríðshaukar, fólk eins og Victoria Nuland og fleiri og því við sjáum þetta í skýrslum hjá Rand Corporation og þeirra málflutningi og við sjáum þetta í ummælum eins og Zbigniew Brzezinski sem var þjóðaröryggisráðgjafi Carter á sínum tíma og hann var einn aðal hugmyndasmiðurinn á bakvið þegar Bandaríkin studdu uppreisnina í Afganistan gegn innra Sovétríkja Afganistan eins og hann orðaði það sjálfur að þeir voru byrjaðir að senda vopn til Afganistan á undan og þeir vildu beinlega Sovétríkjum með ráðast inn til þess að reyna að knissetja það í Afganistan til þess að skapa fyrir það þeirra Víetnamstríð og í þessari skýrslu Rand Corporation frá 2019 þar kemur fram við eigum að senda vopn til Úkraínu og við eigum beinlega að styggja Rússa og markmiðið er að veikja Rússland að fá þá til þess að yfirstíga sig þannig að á sama tíma sjáum við þetta líka og ég held að þetta endurspegli það að auðvitað í Bandaríkin er ekki eitthvað svona monolith það eru ólíkir hagsmunaöfl og ólíkir hópar sem að fara með völdin og þetta er bara svona öðruvísi skilur nálganir hjá svona ólíku fylkingum í Bandaríkjunum. En manni finnst síðan einhvern veginn eins og bara ekkert af þessu hafi gengið upp vegna þess að ég meina þetta verður ekki einangra Rússa á alþjóðavettvangi nema þetta bara frá tiltölulega á endanum litlum hópi ríkja í Vestur-Evrópu. Ég meina þetta verður styrkt eins þeirra við Kína, viðskiptaþvinganir þar hafa ekki virkað og þess vegna horfi ég til dæmis á þetta sem er að gerast í Georgíu og maður hugsar þú veist, er fólk að missa vitið horfir fólk á atburðarásina sem leiddi til Úkraínustríðsins og síðan afleiðingarna af Úkraínustríðinu og hugsar að já, við viljum meira svona. Efnahagsþvinganir, það er mjög mikilvægt mál að því að vestrænir ráðamenn og í Bandaríkjunum, þeir töldu sig við getum knisett Rússland með efnahagsþvingunum. Þeir héldu að þetta væri the trump card sem að myndi bara eins og Biden orðaði það að rúblan myndi hrynja
og bara allt rússneska hagkerfi myndi hrynja og það myndi þá leiða til stjórnarskipta að Putin hefur bara sett á stóli. Þetta var í rauninni planið sko. Það gekk ekki eftir að því að efnahagsþvinganirnar þær hafa bara verið svo búmerang, þeir hafa bara skotið sér fótinn með, þær hafa haft miklu verri áhrif á Evrópu. Núna erum við að sjá að Evrópa er næstu í kreppu, það er engin hagvöxtur í Þýskalandi á meðan miklu verri hagvöxtur í Rússlandi. Verðbólgan er náttúrulega bara sem við búum öll við nýta. Það er aldrei talað þetta. Verðbólgan sem við búum við, hún er náttúrulega meðal annars afleiðingin af þessu stríði sem hefði verið hægt að forða þó að þetta hafi Rússar verið árásarhæðir. Sem er engin hagvöxtur í Þýskalandi mun hafa mikil áhrif á Evrópu. Já. Það er bara mjög alvarlegt mál fyrir Evrópu og Evrópusambandið ef að sko aðalmótorinn virkar ekki lengur. Það er bara mjög alvarlegt. Ég vil taka það fram sko, já. Má ég skjóta inn einu, því að eitt sem að ég held að ég hef rétt við Hilmar væri það að það eru menn í Bandaríkjunum sem líta á það sem öryggishagsmuni Bandaríkjanna að kljúfa á milli Rússlands og Evrópu. Að það sé bara góður kostur, að það sé engin möguleiki á því að Rússland sem að hluta Evrópu geti orðið að einhverju veldi sem að mögulega einhvern tímann í framtíðinni geti ógnað Bandaríkjunum. Þetta eru náttúrulega ekki hagsmunir Evrópu. Það verður aldrei friður í Evrópu nema sé friður á milli Evrópu og Rússlands. Enda voru sko mið Evrópuríkin, sérstaklega Þýskaland, náttúrulega mjög treg í taumi með þessar stigmagnanir sem áttu sér stað af hálfu Bandaríkjanna í aðdraganda í Úkraínustríðs, klárlega. Og höfðu bara mikla tapa, sérstaklega varðandi náttúrulega gasviðskiptin og fleira, og þetta var náttúrulega bara búið að normalisera mjög miklu leyti tengslu við Rússland. Mikið bara viðskipta samstarf og maður veit ekki hvað og hvað sko. Þannig að maður veltir í þessu sem víðar. Ég meina Rússar voru strategic partnerinn í NATO þannig að þeir réðust inn í Krímskaga. Þannig að fyrir bara 10 árum þá voru rússneskir hersöðingjar að vafra ganga höfuðstöð á NATO bara sem vinir og félagar. Og Rússar voru ákafir að bjóða fram sko samstarf til dæmis í stríðinu gegn hryðjuverkunum, þú veist á sínum tíma sko. Þannig að það er einhvern veginn aldrei magnað sko, af hverju þurfti það að gerast, að það yrði allt innu til heimsmynd það sem að við erum farin að endurupplifa sko í raun og veru þessar bara ógnir kaldastríðsins og hættuna á því að það geti brotist út sko, kjarnorkustríð. En sko þetta Ég er að spyrja, hver er það sem eru hag af því að kljúfa á milli Rússlands og Evrópu? Þetta hefur verið sko þeirra markmið Bandaríkjanna frá upphæfi og beinlíst tilgangur NATO. Það er eins og Lord Ismay orðaði það sem að fyrsti Secretary General yfirmaður NATO að sko tilgangur NATO er að halda Þýskalandi niðri, Rússunum úti og Bandaríkjunum inni. Og það er að því að sko það þykir þjóna hagsmunum sko Bandaríkjanna og svo eru þeir í Evrópu sem telja þjóna hagsmunum Evrópu líka og við getum skoðað hvort það sé rétt eða ekki sko. En hugmyndin er svo sko að En í ástandinu þá fáður þetta allt saman. Í ástandinu í Bandaríkjunum þá fáður þetta allt saman og þess að meira þess að Þýskaland er í lamassessi. Já, hugmyndin er svo sko að Bandaríkin hafi þá sko ítök í Evrópu og það heitir svo kallar þessi Atlanticism, þessi Atlantic stefna sko. Það séu náin samskipti milli sko Vestur-Evrópu og Bandaríkjana og þau séu saman í bandalagi og þá einhvern veginn sko útilokið það Rússland að því ef Rússland kemur inn og náttúrulega sko Bandaríkin hefur með Atlantshafið og Rússland er sko nágranni í Evrópu og það eru landtengingi þar á milli og það er miklu ódýrara að flytja sko eins og orkuauðlindir og svoleiðis olíu og gas þar á milli þannig að það hefur svona tendens til þess að verða náið samband þar sko og það er líka langsaga þar á bakvið. Mér er að segja sko við sáum á Þýskaland nasismans og Sovétríkin áður en þeir fóru í stríð þá voru þeir að stunda heilmikið viðskipti og Rússland var að flytja mjög mikið af olíu og svoleiðis til Þýskalands meira sér á þeim tíma sko. Þannig að það er löng saga á bakvið sko þessi tendens sko Þýskaland sérstaklega á Rússlands til þess að komast nær og nær efnahagslega og þess vegna hefur markmið hjá Bandaríkjunum alltaf verið að sko reyna að halda þeim frá hvorum öðrum og núna nýlega sko áður en að þessi nýlega krísa braust út og Nord Stream skemmdarverki og það allt, þá voru sko ráðamenn í Bandaríkjunum Condoleezza Rice sem voru utanríkisráðherra, þeir voru alltaf að tala sko að við megum ekki leyfa Rússlandi að vopnavæða gas, við megum ekki leyfa Evrópu að verða háð Rússland fyrir gasi. Þetta var lengi umræða hjá þeim og eins og sé, það var alltaf verið þetta markmið þeirra sko að reyna að halda Þýskalandi og Vestur-Evrópu að reyna að aðskilja og hvers vegna og þetta er svokallar geopolitics sko og hugmyndin er svo að ef að Rússland og sérstaklega Þýskaland, en þetta á náttúrulega við bara Evrópu almennt, ef að Rússland og Þýskaland Evrópa og Rússland byrju sameinast, þá það nýr póll sem yrði öflugir og geti skákað yfir á þeim Bandaríkjanna. Það er náttúrulega hugmyndin. Og á sama tíma líka sko að leyfa ekki sko Rússum að gangi bandalag við Kína eins og þeir hafa gert sko. Þannig að og segjum sko ef að sko öll Evrasía í samið, segjum að Evrópa, Rússland, Kína
yrðu einhvern veginn sko saman í bandalagi, þá yrðu Bandaríkin bara eitthvað sideshow. Það bara, þú veist, eitthvað lítil, að því að sko Norður-Ameríka sem miklu minni hérna íbúar, miklu minni auðlindir heldur en öll Evrasía, sko. Þannig að þetta svona þessi hugmynd að Bandaríkin þurfa einhvern veginn að hafa fótinn, og eru alltaf með fótinn í Tævan, í Miðausturlöndum og þarna í Vestur-Evrópu, sko. Og þeir vilja ekki láta ýta sér út af meginlandi Evrasíu. Það það sem þetta snýst sko. En samt sem aðra, eins og vorum að nefna afleiðingin af Úkraínu átökunum svo einmitt að ýta Rússum í raun og veru frekar að Kína, sem náttúrulega ótrúlegt, sko. Og pluss sín ertu með þessar hræringar eins og BRICS og það, sko, sem að virðist vera að þjappa fólki saman í allar... Þetta hefur ekki góð latína í Bandaríkjunum sem að til dæmis Kissinger vildi að búa til tengsl við Kína, vegna þess að það geti ekki verið á móti báðum, því að þú myndir þó ýta þeim saman. Það var eiginlega stefnan var svo að Kína og Rússland mættu ekki verða bandamenn. En þetta náttúrulega er einmitt svona dæmi þessa svona diplomasíu sem einhvern veginn bara eins og að sé búið að úthýsa í dag, sko. Og ég ætla að líka að kommenta á eitt af því þú varst að spyrja hver græðir á þessu. Ég hef líka spurt mig mjög, bara hvaða valdablokkir eru það í heiminum sem telja sig vera að græða á svona atburðarás eins og þessu sem er að gerast í Úkraínu og til dæmis þá líka því sem er að gerast í Palestínu. Og ég held að eitt sem að hefur gerst er að svona bara sko innanríkis pólitík í Bandaríkjunum og bara þessi svona skammtíma sjóndeildarhringur, sko, sem er bara næstu kosningar, er farið að ráða meiru og meiru á kostnað sko stærri hagsmuna og á kostnað meiri langtímahugsunar. Og ég held að í kaldastríðinu hafi sko stefnumörkun í utanríkismálum í Bandaríkjunum verið meira svona vernduð frá þessu. Þú veist, það tíðkaðist ekki að forsetar kæmu endilega svona bara einhvern veginn æðandi inn í utanríkisstefnuna, skilur, og væri að breyta henni bara drastíst, skilur, dag frá deg. Þeir upplöfu það sem skildu sína að utanríkismálum væri ekki vettvangurinn til þess að vera að slá sig til riddara. Og það til dæmis það sem að sko John F. Kennedy gerir í Kúbudeilunni, sem er bara í raun og veru saga sko svona sigur ákveðina svona diplomatískrar nálgunar. Því það voru þetta margar háværar raddir í Bandaríkjunum sem gagnrýndu alltaf sko John F. Kennedy fyrir að vera ekki nógu harður, ekki nógu langt. Margir hersöðingar sem myndu beita afli. En John F. Kennedy sko hann tekur það ákvörðun að það sé hið rétta sögulega moment í Kúbudeilunni sé að þú veist, de-eskalera, og hann færiði ákveðna fórnir til þess að það væri hægt. Það er svona ekkert alltaf partur af sögunni sem er sögð, en þeir færðu til eldflöðna sínar í Austur-Evrópu og Tjörvi getur betur en ég, sko, en það voru færðar fórnir til þess að væri hægt að halda friði. En þetta er eitthvað sem að virðist vera sem sagt ekki gert í dag, og það sem maður sér þvert á móti vera að gerast er að sko innanríkispólitíkin í Bandaríkjunum er farin að stýrast heilmikið af því hver getur sko verið herskáastur og slegið sig mest til riddara og jafnvel sko alið mest á einhverjum svona óábyrgum ögrandi og jafnvel svona paranoid málflutningi sem sagt önnur ríki og þeirra hlutverk og stöðu. Þetta er jafnvel orðið verra heldur en var í kaldastríðinu. Ég meina, höfum það í huga að sko demokratar keyrðu sína kosningabaráttur bara nær alfarið á gjörsamlega glórulausri óstuddri samsæriskenningu það að Rússar hafi stólið kosningunum í Bandaríkjunum eða eitthvað álíka. Talað um að skipta sér af kosningum annarra ríkja. Fjarstæðukennd samsæris sko bullkenning. En þetta keyrði í alvörinni pólitík demokrata og einhvern veginn að svona, þú veist, svona vippa þetta upp, að þetta sé vissum öllitningur í stórkustari hættu af því að Rússarnir séu fannir eitthvað brjótast inn í atkvæðatalningavélarnar okkar og eitthvað svona. Við verðum bara að sigra það núna, annars munum við brjóta niður heimsveldið okkar. Og ég held alltaf meira að segja sko, þetta hljóma kannski asnalís, ég fann að dásama fyrir Bandaríkjaforseta, en ég ætla bara að nefna sem dæmi og líka þá varandi Ísrael og Palestínu. Til dæmis Ronald Reagan upp úr 1980 þegar Ísraelar voru að ráðast inn í Líbanon, sem vakti mikinn óhug og svona var mjög ógeðfellt. Þetta voru sko hörmungar eins og til dæmis fjöldamorðin í Sabra og Shatila flóttamannabúðunum í Beirut sem vöktu viðbjóðum allan heim. Ronald Reagan þorði að stíga fram og segja við Ísrael, nú hætti þið þessu, og hann líkti sko því sem þeir voru að gera í Líbanon við helförina. Þetta er on record ummæli frá þáverandi forseta Bandaríkjanna. Þetta er óhugsandi í dag, þetta er algjörlega óhugsandi í dag vegna þess að þetta er eitthvað sem hefur breyst. Sko, leiðtogar þessara stórvelda sem við eigum svona mikið undir, þeir virðast vera í vasanum á einhverju svona
skamtíma, óábyrgri skamtíma hugsun hlutina sem á endanum. Þú veist eiginlega að halda þig fram að þriðja heimsstyrjöldin er byrjuð því að hún byrjar í hugafarinu og hugafarið hefur heltekið alla valdastéttin í Bandaríkjunum og í Evrópu. Og jafnvel, og það stjórnast jafnvel af ótta stjórnmálaleiðtoga í Bandaríkjunum við það að missa einhverja stuðning, einhverja lobbyhópa eða þeir eru á atkvæði við. Og þetta eru þeir að gera á kostnað öryggis okkar allra. Andrés, ert þú ekki í nefnd á þinginu NATO eða? Jú. Hvað heitir svo nefnd? NATO-nefndin? Ég var að formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins. NATO-þingi er svona, hvernig á að lýsa þið, þetta er einlega kaffiklúpur þingmanna úr aldaríkinum sem var stofnaður svona 5-6 árum eftir að NATO sjálft var stofnað. Þannig þið eru ekki að ræða saman og endur meta öryggishagsmuni okkar, veltaði fyrir hvort að öryggishagsmunir okkar og Bandaríkjanna farið saman? Sko fundirnir eru erlendis, þetta er svona alþjóðavettvangur þar sem að mætast helstu haukar þjóðþingana og svo ég og nokkri aðri svona... Þú sendur fyrir hönd Íslands til þess að vera... Ég er einn af þremur, já. Og við erum nokkur í þessum hópi sem erum að reyna svona að koma einhverjum öðrum áherslum að í umræðina því að þetta er rosalegur echo chamber á þessum vettvangi, getur eitt ímyndað ykkur. Þarna er allt fólkið sem er sko að lobbyera fyrir meiri hernaði í heimalöndunum sínum, bara komið í sal til að ræða það hvað þetta sé nú allt frábært. Og það er mjög sterkt eins og þegar eitthvað gerist og þá heyrum við sko utanríkisráðherra allra Evrópuríkjanna mæta viðburðunum með sama orðalagi. Já, Við höfum tekið eftir þessu, þetta er bara aftur og aftur gerist það eins og það sé bara einhver lína sem er lögð þvert á sko sjálfstæð þjóðríki þar sem allir koma bara með sömu línuna. Já, og ég held að það líka litist af því að þessi ráðherrar eru alltaf úr svona svipuðum flokkum í öllum löndum. Það er alltaf einhverjir sjálfstæðismenn sem stýra þessu ráðuneyti í öllum löndum. En þegar þú segir sjálfstæðismenn, sko, þetta eru frjálslindir, þetta eru oftast bara þeir sem eru svona nær miðjunni ef eitthvað er. Já, getur nú alveg verið. Sumstaðar er þetta náttúrulega bara í Þýskalandi, er þetta græningar sem eru með bara lang mestu svona hernaðar hyggjuna. En varnarmálaráðherrann er ekki græningi í Þýskalandi? Nei, auðvitað. Já. Þannig að þetta er, í flestum löndum er náttúrulega búið að skipta þessu í sundur, þannig að mestu haukarnir geta verið varnarmálaráðherrar. En þeir sem eru sko á bremsunni gagnvart þessum málum, það eru náttúrulega bara oft frekarflokkarnir sem eru sko enn lengra til hægri. Það er náttúrulega merkilegt að fylgjast með því. Það er svona eins og að þeir kannski taki svona sína fyrirmyndir einhverju leiti kannski frá svona einangrunar stefnuhugmyndum frá Bandaríkjunum eða eitthvað slíkt sko. Já, svona hægri populistar, því þeir vilja minna sko við höfum bara að hugsa okkur hérna heima að vera ekki að skipta okkur að út í heimi og eins og segir vinstirflokkarnir líka, þeir eru sko alveg miklir ef ekki meiri NATO-sinnar. Og við sjáum það til dæmis Samfylkingin hér á Íslandi og þessi sósíaldemókrataflokkar í Evrópu græningjar, Annalína Baerbock sko, að þeir eru alveg bara... En ég meina, ég veit ekki hvort ég tók eftir því, var í einhverjum af þessum forseta umræðu þáttum að þá kemur til umræðu þarna þetta með vopnasendingarnar til Úkraínu og mér fannst það reyndar áhugavert að sjá í þeim panel, ég fekk ekki þessa tilfinningu sem þú varst að lýsa Smári að allir séu sko vilji ganga sér lengst í hernaðinu vegna sem ég fannst það áhugavert að þar voru forsetaframbjóðinir greinlega svona... Það er ekki fullur á flokkana. Nei, ég veit, en það leiði fólk sér að vera ansnúið þessu. Baldur, Halla Tómasar. Meira að segja Baldur Þórhallsson var tilbúinn að vera svona einhvern veginn aðeins á bremsni þessu. En hver var það sem var helst að bera blaka þessu? Það var Katrín Jakobsdóttir sem var svona minna á það að við værum nú ekki hlutlaus þjóð og minna á það að við hefðum nú skildum að gegna gagnvart NATO og eitthvað svona. Og þetta er nú aðeins öðru sem fyrirgefið en hefði verið fyrir kannski 20-30 árum sko í tíð Alþýðubandalagsins að þá hefði formaður þess arms komið og verið svo sem einhvern veginn svona helst að bera blaka af beinni þáttöku Íslands í einhverjum, þú veist, hernaðarátökum sko. Og þetta er einmitt að því við vorum að tala umræðan einn á Íslandi áðan, þá þetta er svo áhugaverð tvist að sko þegar við vorum að gagnrýna það að Ísland var að leggja beina fjármuni í enn vopnakaupasjóð til Úkraínu að þá talaði utanríkisráðherra eins og við varum bara í einhverju rugli, þetta var engin stefnubreiting, þarna væri bara verið að gera eitthvað sem hefði hvort hefði verið gert í langan tíma. En og Jón Gnarr sagði þetta því að Viðar var að vitna í þessa umræður að Jón Gnarr sagði til dæmis þetta að við höfum gert þetta fyrir löngu síðan. Já, en ég held nefnilega að við höfum ekkert gert þetta fyrir svakalega löngu síðan. Ég held að það kannski byrjað að gera þetta núna á síðustu árum til að henda einhverjum peningum inn í stuðningu í Úkraínu án umræðu og svo bara þegar þau byrja þingið að festa þetta í einhverja stefnu
þá segju þau, já þetta er eitthvað sem við erum að gera hvort þið en ákvörðunin að byrja að gera það, hún var aldrei rædd opinberlega. Maður spyrja það sko, því rökin þeir eru svo, já við erum búin að vera að greiða í sko sjóði NATO og þetta er bara sami hluturinn segja sko, að þú veist að því við greiðum í sjóði NATO og þeir sjóðið þeir eru notaði fyrir vopnakaup og eitthvað, þess vegna það engin stefnubreiting, þetta er rökin þeirra. Hvernig myndið svara þessu? Sjóðir NATO standa ekki að neinum beinum vopnakaupum, sjóðir NATO standa að sko byggja upp mannvirki, byggja upp höfuðstöðvarnar, halda einhverjum embættismönnum í vinnu í Brussel. Við erum alveg að setja hellingspening í þetta en sko það að kaupa vopn hefur alltaf verið sko á forræði hvers aðildarríkis. NATO sjálft kaupir ekki vopn, það eru aðildarríkin sem gera það og leggja síðan þá... Og þetta er ákveð sem við tökum, þetta er að við kaupum vopna þegar við viljum kaupa vopn. En talandum sko stefnu... Við getum alveg sendt hjálpargögn og gert hvað sem eins og við gert hingað til. Og við erum líka svo lítil í þessu samhengi að sko við getum komið með heilmikið framlag sem myndi nýtast vel en væri á einhverjum borgaralegum forsendum. Það er búið að nefna sko landhelgisgæsluna hjálpa við sprengjulegdræfingar eða eitthvað svoleiðis. Eins og við erum reyndar að gera. Já, og þú veist, það er bara gott dæmi bara mjög konkrétt og þarft framlag til Úkraínu. En má ég segja eitt bara með stefnubreitingar, það er líka eitt sem ég held að fólk átti sig almennt ekki á og það er stefnubreitingin á vettvangi NATO. Það er bara svo eðlisbreyting sem átt sér stað á því bara hvers konar fyrirbæri NATO er. Vegna þess að sko þegar að Ísland gengur í NATO og þessir áratugir sem líða þarna í kaldastríðinu, þá náttúrulega þetta megin hugmyndafræði NATO þetta svona deterrence, þú veist, og það má færa rök fyrir því að svona strategía NATO hafi ekkert endilega verið aggressív. Hún gekk út á það að svona halda þessu fræga ógnarjafnvægi kaldastríðsins þess var gætt einmitt að láta átök ekki eskalera fram úr hófi og svo framvegis. En hvað gerist eftir lok kaldastríðsins? Það sem gerist þá að NATO byrjar að vera árásaraðili í stríðum sem það var aldrei í kaldastríðinu. Þetta algjör bara megin breyting og eðlisbreyting á því hvers konar fyrirbæri NATO er. Það er NATO sem að fer inn í Júgóslavíu 99 með loftárásum. NATO fer inn í Líbíu 2011 sem er sko reyndar ótrúlegur bara viðburður sem er allt og lítið rætt og tekur þátt í innrásin í Afganistan og svona mætti lengi telja og það þetta líka þýðir að þegar maður er að velta fyrir sér sko hvernig bregðast sko þú veist ríki heims við því þegar að NATO er svo að færa út kvíarnar og þenni svo út eins og NATO er búið að vera að gera í Austur-Evrópu þá náttúrulega hljóta þau ríki að spyrja sig býtu hvað hefur NATO gert? Skilur, ef þau ætla að fara að reyna átt þess að því hvers konar fyrirbæri það, munuðu þau hlusta á einhverjar ræður það að þetta sé friðar- og mannréttindabandalag eða munuðu þau horfa á það hvað NATO hefur raunverulega gert í sambandi við hernað sem akkurat þetta að ráðast inn í ríki. NATO árásarbandalag. Þegar fólk velti fyrir sér byrju af hverju óttast Putin NATO, þetta bara lýðræði, það ætti að sjá sko hvað NATO gerði í Líbíu, steypti Gaddafi að stóli. Það var náttúrulega skilaboðin sem að NATO sendi og sem að sko menn eins og Putin tóku mjög mikið mark á sko. Þú veist, þeir vilja bara, þú veist, náttúrulega Putin er yfirlýstur óvinnur þeirra og eins og Gaddafi var, sko, og það braust út borgarastyrjöld í Líbíu og það var svona, það var það ekki, öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna komið saman að koma á, sko, no-fly zone, en það var notað sem, sko, yfirskyn og réttlæting að loftherrir NATO urðu bara de facto, sko, loftherrir, sko, uppreisnaraðilana og fóru bara varpa sprengjum á stjórnarherrin og borgarlega innviði líka með það að markmið að steypa Gaddafi að stóli, sko, og þetta eru skilabúðin sem En samt var búið að semja frið við Gaddafi, manstu. Hann var ekki lengur vondikalli. Hann var búinn að reformera sig og hann var búinn að taka upp sko, betri diplomatísk samskipti við Vesturlönd. Það skiptir enga máli, þeir voru alveg staðráðnir í að steypunum á stóli. Þeir notuðu tækifærið að því að gafst, þeir voru tilbúinir að taka tækifærið og fara með í sko, blóðsúthellingar í þessu ríki sko, heila bara af því að bara tækifærið gafst. Það var ekki einu sinni partur af neinni langtíma strategi að það væri eitthvað sérstætt prioritet að losa sig við Gaddafi á þeim tímapunkti, sko. Það var bara tækifæri, arabíska vorið kom og við getum og þú veist, og enginn hugsar afleiðingarnar eða skilabúin sem verið er að senda með því og þetta er bara aftur þetta sem ég var að segja í byrju, þetta er svona létt úðuga umgengni við hernað og við hernaðarátök og stríð sem að verða held ég bara eitt af okkar stærstu vandamálum í samtímanum. Þessi ofurtrú á því að vopn geti leyst vanda sem að bara því miður, það eru við þar. En aðeins varandi öryggishagsmuni Íslands, það sé að við erum svona veltaði fyrir okkur að það eru
Það er þetta að fara rauk fyrir því að það sem menn í Bandaríkjunum sem að skilgreina þessum öryggishagsmuni sína að kljúfa á milli Rússlands og Evrópu vegna þess að þau vilja ekki að það rísi upp heimsveldi í öðrum heimsálfu sem getur ógnað þeim á sinni heimsálfu og þetta er bara þekkt og vitað. Síðan erum við með lönd sem að hafa eiga landamæri að Rússlandi og hafa sögu þar sem að Rússland hefur valtaði við löndin aftur og aftur og aftur og þar eru menn sem að eru bara við völd sem að líta á þessum öryggishagsmuni sína, Eystrasaltslöndin, jafnvel Pólland, að eiginlega það verið engin friður eða þau geti ekki vænst friðar eða losna við þessu ógn sem er í austri fyrir en að Rússland bara brotnar niður, helst að það sé að kljúfa það niður í mörg ríki eða eitthvað slíkt. Síðan erum við með utanríkisráðherra á Íslandi sem að talar það að Úkraínustríðið sé eiginlega úrslita atriði öryggishagsmuni Íslands. Að það verið að vinna Rússa á vígveldinu þar því annars öryggi Íslands ógnað. Það er bara ekki þannig, það er mjög erfitt með að ná svo saman að við sem sameiginlega hagsmuni með Eystrasaltslöndunum eða Bandaríkjunum. Því að við erum bara með allt aðra hagsmuni, við erum kannski með svipað hagsmuni og Írar sem ekki svona í NATO. Þetta minnir svolítið á hvernig Bandaríkin líta á hagsmuni Ísrael sem sína eigin, að við erum að líta á hagsmuni Eystrasaltsríkjanna eða annara sem okkar eigin, að Bandaríkin, Ísland, Eystrasaltsríkin þetta er allt saman sömu hagsmunirinn. Það er ekki þannig. Öryggishagsmunir ríkja eru bara ólíkir eftir í hvar ríkin eru í heiminum, hverjir eru nágrannar þeirra. Það er bara ýmisleg sjónarmið sem á því og þannig ég á erfiðleikum með að skilja það hvernig það gerðist að í íslensku umræðu og fór í gegnum þingið og NATO-nefndina og alla pólitíska umræðu. NATO-nefndin tekur ekki svona. Nei. En allt í einu er bara það samþykkt í silfrinu eða vikulókunum og það sem ég var að vísa í áðan að við eigum bara órjúvanlega sameiginlega öryggishagsmuni með Eystrasaltsríkjunum og Póllandi. Ég er að benda á þetta sama rökvillan og ráðamenn í Bandaríkjunum gera þegar þeir líta á hagsmuni Ísrael sem sína eigin. Því auðvitað eru hagsmunir Ísrael og Bandaríkjana ekki þau sömu. Þess vegna svona skrítið að Bandaríkin styðji við Ísrael eins og Ísrael sé bara 51. fylkið í Bandaríkjunum. En ég held reyndar að aftur þar af hverju styðja Bandaríkin af hverju er Ísrael trýta nánast eins og þetta sé bara fylki í Bandaríkjunum, skilur það er bara það banna að gagnrýna þetta land og þeir með að stunda njósnir í Bandaríkjunum við ekki hvað, af hverju er þetta? Ég held á endanum sé það mitt ekki endilega því það séu neina svona raunverulegir geopólitískir hagsmunir sem í Miðausturlöndum heldur hagsmunir innanlands í Bandaríkjunum. Það eru miklu þrengri og miklu takmarkaðri og jafnvel bara miklu svona annarlegri hagsmunir sem að hafa með það að gera og ég held að maður verði að skoða svona hluti eins og bara stórfurðuleg bara hugmyndafræðileg ítök kristinna síonista í Bandaríkjunum sem er alltaf bara svona sértrúarsöfnur, ég meina þetta er bara þeokrasi að hálfgerð þetta er bara svona, sem að vegur alveg óbúslega þungt í þessu og það er kannski svolítið íkt dæmi en ég held aftur þegar við erum að tala um þetta svona hagsmunamat ég held í alveg að við erum með stjórnmálastétt sem er bara skipuð skamsýnum, fáfróðum og hégumlegum einstaklingum sem eru bara að hugsa það mér langar að birtist mynda mér á Twitter þar sem ég líti út fyrir að vera hetja í einhverju mikilvægu sem skiptir máli sem er alltaf mjög svona aðlaðandi í svona þessum kannski svolítið svona dauflega veruleika stjórnmálan á Vesturlöndum það sem er náttúrulega bara tómhyggja sem að ríður húsum, það er ekkert fólk þú eru alltaf að vera ósammála nokkuð skapaðan hlut, það er þetta kapplaup bara miðjuna og allir eru eins og ég meina stríð þegar rosalega svona aðdráttarafl þá getur verið hetja þá getur stegið til riddara og svona risið einhvern veginn upp og þetta eru svona hvatir sem ég held að skipti bara því miður mjög miklu máli í því hvernig að við hvernig stjórnmálstéttin það er hugsaðlega mynd, þú veit að draga upp þá mynd að svona bara öryggi okkar og frammi fyrir hættu á kjarnorkustyrjöld séu höndunum á einhverjum bjánum. Ég tel að svo sé, já, og ég meina skoðum veltum fyrir einhvern sem er að gerast í Austur-Asíu. Það eru núna ákveðnar svona vílunur líka sem eru, það er Tævan sem er oft nefnt sem svona dæmi sem er kannski geti orðið svona púðutunna eins og Úkraína. Og það er verið að kenna okkur að Kína sé óvinur okkar. Já, passar það við öryggisstefnu Íslands að Kína sé óvinur okkar? Já, góð spurning. Punkturinn er náttúrulega þessi það sem að sum lönd í Suðaustur-Asíu eru farin að gera er að haga sinni diplomasíu bara þannig, við ætlum bara að halda hér öllum möguleikum opnum. Við ætlum bara ekki að láta skipa okkur í eina sveit frekar en aðra. Við bara sjáum það næstu 20-30 árin bara getur það vel gerst að það brjótist út átök eða stríð milli þessara stórvelda og í hvað stöðu viljum við þá vera? Þau horfa
kannski bara til horfa bara til sögu 20. aldarinnar og horfa á stöðuna sem þau ríki lentu í sem voru aðilar að stríðsátökum sem á sviðin jörð, þau horfa á önnur dæmi það sem kannski hlutlaus ríki gátu haldið sér frá átökum, Svíþjóð, Sviss, lönd sem gátu bara blómstrað vegna þess að þau forðuðust átök. Víetnam í dag. Það bara ekki að tengja stórveldunum á nokkurn hátt. Já, bara akkurat og ég meina maður spyr sig, af hverju ættirðu að gera? Hvaða einmitt hagsmunir eru í húfi? Snýst það gildi? Eru gildi til dæmis Bandaríkjanna svona mikið göfuri heldur en gildi Kína? Hvað segir framganga Bandaríkjanna okkar í Gaza það? Nei, það snýst sannilega ekki það. Þannig að við eigum að taka ábyrga yfirvegaða stefnu og við eigum að fylgja okkur að baki einhvers konar diplomatískum lausnum á þessum vandamálum og spennum sem að koma upp núna víða í heimsmyndin okkar og við eigum að hugsa bara það að forða stríði númer 1, 2 og 3. Við þurfum að greina ástandi og það sem ég að rukka Andrés að þingið ætti að vera að gera, það ætti að vera umræður í þinginu það hverjir eru raunverulegir öryggishagsmunir Íslands, gagnvart til dæmis Úkraínustríðinu, gagnvart Kína, nú verið að þrýsta okkur í það að líta á Kína sem andstæðing okkar, sem meika bara enga sens. En það náttúrulega, það grunnpunktur sem að auðvitað eru öryggishagsmunir Íslands að fordæma árásir inn í lönd, hvað sem árásaraðalinn Rússland eða Ísrael. En herlaust smáríki sem við getum ekki fyllt þeirri fordæmingu eftir með neinu öðru en með diplomatísku lausnunum sem við erum að tala um. Við höfum svo margt fram að færa, annað en byssur og kúlur. Það er ekki okkar framlega á alþjóðavísu. Þetta höfum við ekki verið að gera, okkar fulltrúar á alþjóðavísu hafa ekki verið að gera í þeim mæli sem við getum verið að gera. Við sjáum til dæmis að það eru 2 ár síðan að NATO uppfærði 10 ára stefnuplaggi sitt, Strategic Concept eins og það heitir, og það er til dæmis komið núna langu kafli mikilvægi kjarnavopna sem Supreme Security Guarantee bandalagsins eins og það heitir. Þar sem að maður sér ekki hvar NATO að taka einhverja móralska afstöðu gagnvart kjarnavopnum sem betri en nokkuð annað kjarnorkuveldi. Þarna hefði Ísland náttúrulega að mæta á fundina og segja, heyrðu, bara sorry strákar, við vitum að þið eigið þetta og elskið þetta, en við trúum ekki að þetta sem einhverju lausn. Það er bara brjálæði að ætla nokkuð tímann að líta á þetta sem verkfæri sem hún tekur upp ofan úr hillu og beitir. Þannig að við áttum okkur að við erum með ykkur í bandalagi, við erum til í að skrifa upp á þetta plagg, en við gerum fyrirvara við þennan kafla. Þú veist, bara vera með eitthvað smá ruggabáttum með eitthvað pínupons og þetta hefur náttúrulega átt að vera hægt með leiðtoga ríkisins úr flokki sem á móti NATO-aðildinu. Það er náttúrulega að finnast eitthvað svigrúm til þess að gera eitthvað. En það er ekki, við erum einhvern veginn alltaf flinkast í krakkin í bekknum á þessum fundum. Flinkar en til dæmis Noregur. Og við erum herskári til dæmis eins og með lokun og sendiráðun í Moskvu og það látum stundum eins og við sem herskári heldur allir hinnir. Já, ég meina Noregur til dæmis þegar var myndið stjórn 2021 þá var sett inn í stjórnarsáttmálann að þau myndu fara að mæta á aðildarríkjafundi samning Sameinuðu þjóðanna bann við kjarnavopnum sem NATO hafði barist gegn á hæl og hnakka bara öll árin á undan að yrði veruleika og línan úr höfustöðum NATO mjög skýr að aðildarríki eiga að tala að þessi nýji samningur sem snýst að banna vopn, hann sé bara rugl og við að halla okkur upp að gömlu samningunum sem snúast að leyfa ekki fleiri löndum að eiga þessi vopn. Ísland hefur tekið þessa línu svo alvarlega að okkar ráðherra dettur ekki eins og í huga að mæta á þessa fundi, að meðan norski ráðherrann sendir fólk á þessa fundi og þau eru náttúrulega með snúð og þú veist, eru fúl og asnalega en þau mæta allavega og eru áheyrnarfulltrúar á þessum fundum eins og Þýskaland og Holland og Belgía hafa gert, fullt af NATO-ríkjum hafa mætt, Finnland og Svíþjóð mættu áður en þau voru urðu aðilar. Þarna gætu lönd svona næst okkur. Þú veist, ég þú ekki eins og láta mig dreymum að Ísland gangi úr NATO ykkur í náinni framtíð en meðan við erum þarna, þá getum við allavega reynt að breyta narratífinu eitthvað þannig að þetta sé ekki alltaf ekkert fyrir herskáasta liðið, heldur þurfið að líka þarna að vera eitthvað til í vörð þegar kemur að því að til dæmis tala eins og að megi nota kjarnavopn. Já, ég held að NATO sé náttúrulega fyrst og fremst bara mjög hættulegur félagsskapur sérstaklega þegar að það náttúrulega ljóst að NATO bara stýrt af Bandaríkjunum og af þessum
hagsmunum eins og þeir eru skilgreindir þar á hverjum tíma sem að því miður eru bara orðnir bara mjög skamsýnir og hættulegir og ábyrgir og ég held að tengist alltaf líka því að Bandaríkin eru þetta hnignandi heimsveldi. Það er eitthvað sem við megum aldrei gleyma, sko. Það er búin að vera svona hægfara hnignun, kannski svona frá því, kannski svona miðjan 8. áratuginn. Auðvitað var Bandaríkin haldið ákveðnum sess á ákveðnum vettvangi, meina þau eiga þennan heimsgjaldmiðil sem er notaður í olíuviðskiptum og fleiru og þau náttúrulega hafa hernaðarlega yfirbyrði sína ennþá. En Bandaríkin hafa tapað sko efnahagslegum yfirbyrðum sem klárlega stjórn ekki lengur í iðnaði og það er farið þar svona kvarnast verulega úr þessu forskoti sem að Bandaríkin höfðu eftir fall Sovétríkjanna, bara alveg verulega. Það eru komnir ég meina Kína ætlar sér að eitthvað sess þar og það gerir Rússland líka og fleiri aðeins. Þá var Bandaríkin 40% af heimshagkerfinu, það er 20% í dag. Það sýnir svona hvað breytingin er. Akkurat, þannig að þá auðvitað bara eigum við að spyrja okkur, sko, ég meina, er þetta eitthvað svona, viltu vera borð í sko sökkvandi skipi? Það er bara eitthvað, bara spurning sem er bara að gera að spyrja sig. Og svo líka sko, ekki bara hnignandi efnahagslega, hernaðarlega líka. Bandaríkin hafa ekki unnið neitt stríð síðan í Víetnamstríðinu. Þau töpuðu Víetnamstríðinu, þau réðust inn í Írak og Afganistan og þurftu síðan að hafa sér þann á brott, skilur þau hafa ekki unnið neinn stríð, sem að sýnir að sko að þessi hugmynd að nota hernaðar afl til þess að leysa vandamálin gengur ekki, en samt eru þetta einu rættirna sem og líka hér á landi meira þess að þá er lausnin að nota bara meira afl sem láta alltaf eins og lausnirna séu hernaðarlegar í staðin fyrir eins og segir sko diplomasi eða einhver aðra lausnir sko. Þetta er svo furðulegt að þú skoða bara reynsluna, það er eins og þeir hafa ekki lært neitt af allri reynslunni. Hrakfaðurnar eitt á eftir hverja öðru, það er þú veist Víetnam, Afganistan, Írak, ég meina getið nefnt mér eitthvað dæmi þar sem að hernaðarleg lausn gekk bara vel upp og leysti vandamálið. Skilur þú veist, þetta er svo furðulegt. Já, bara algjörlega, ég meina alveg hárrétt, ég meina hernaður út af fyrir sig er líka bara, er mjög problematískur og það er erfitt að vinna náttúrulega líka sérstaklega í þessum stríðum sem Bandaríkin hafa valið sér að berjast, sem eru einmitt ekki svona konvensjónalendilega stríð, heldur náttúrulega oftast einhvers konar, þú veist, barátta við einhverja skærulega hópa og nánast sem sagt, svona asymmetrikal stríð sem er í eðlisinu erfitt að vinna. Og maður setur spurningu við þessa ákvörðun sko, að taka þátt í þessum stríðum og fara út í þau og það er svipað með Úkraínu, þú veist, svo ákvörðan að taka herðu, það er raunhæfur möguleiki að við finnum bara að senda Úkraínu öll þeim vopn sem við þurfa og þá getur það unnið stríð. Þetta er svipað hugmynd eins og Bandaríkin held að getur bara farið inn í Víetnam og unnið það stríð, skilur, þetta er ekki raunhæft markmið. Þetta er mat á því að okkar græjur eru bara miklu betri og andstæðingurinn hann er bara heimskur og hann á bara gamalt rasl og því munir nú eftir umræðan á fyrstu vikunum eftir innrásina þar sem voru einhverjir menn alltaf í fréttatímanum að lýsa því yfir hvað rússneski herinn væri glataður og það væri óstjórn þar og það var alltaf leysast upp. Það var búið að spá sko stórkostlum sigri Úkraínu sko í marga vikur og svo reynda sjáum við þessa menn ekkert meira. Já, við heyrum ekki lengur í þeim og ég tel að þetta er bara verið afhjúpað, þetta var bara áróður, ég meina, það er ekkert að marka þetta. Við sjáum það núna, öll þessi vopn sem hafa verið sendt til Úkraínu, sem hafa verið svo miklu betri, hafa þau breytt einhverju? Nei, svaraði nei. En ég er það vel að vera með samvættu umræðuna, þetta er dauðans alvara, eins og þú dróst fram hérna í upphafi. Þetta er bara dauðans alvara og við erum í ótrúlega háskólegum heimi og það er ykkar mat að við séum að reka mjög háskólega stefnu. En það er sáleitir umræða. Þú nefndir hann að Baldur Þórhallsson áðan sem hefur verið svona, eitthvað myndi segja að verið svona NATO-sinni. Hann kom hingað að ræða öryggismál og hann er með þessa kenningu sína skjólkenninguna, er hún ekki kallað það? Það er smáríki verði að vera í skjóli eitthvað staðar. Þegar við vorum að ræða öryggishagsmuni Evrópu og ólíka öryggishagsmuni einstakra ríkja, að þá er náttúrulega niðurstaða hans að sko skjólið er ekkert endilega Pentagon þegar hann er að tala. Hann segir að við verðum að fara að búa til eitthvað svipað og þú ert að tala. Eigum við ekki að fara að búa til einhverja brú til Noregs og reyna að búa til þar sem að við getum náð einhverju viti í umræðuna til þess að geta verið með einhverja sko raunverulega skilgreiningu. En 13. fylkið aftur? Ég er að segja, það er bara klassísk hugmynd að það sé eðlilegast fyrir okkur að eiga í samtali við þá sem eru líkastir okkur hérna í nágrenninu og aðtók hvort að við getum ekki búið til einhverja stöðu ef við viljum vera inn í NATO og inn í NATO til þess að NATO fari ekki að sveif bara með það sem að Pentagon vill eða það sem að sko hörðustu haukarnir í Austur-Európu vilja. Það geti ekki verið endilega okkar öryggishagsmunir. Nei, ég held að sko vandinn við umræðinu hvað tryggi öryggi Íslands bara frá upphafi er að
fólki sem hefur mestan áhuga á þessu, það er bara outsourcað ákvörðunartökunni til NATO og bara til Bandaríkjanna. Sem bara Pentagon, já. Þannig að það ekki, við erum ekkert vön því að setjast bara niður og ræða hvernig tryggjum við öryggi þessa lands best. En ef við skoðum bara, sko nú er krafan hjá NATO að ríki verji 2% af landsframleiðslu til varnarmála. Rússland í einhverjum 6% og sko 2% eru í íslensku samhengi, hvað er þetta, 80 milljarðar eða eitthvað? 90 milljarðar eða með því. Setjumst bara með 90 milljarðar á borðinu fyrir framan okkur og hugsun, hvernig fáum við, hvar getum við keypt mest öryggi fyrir þennan pening? Við getum útrýmt ójöfnuði, við getum fjármagnað lögreglu og landhelgisgæslu þannig að þau sko sinni sínu hlutverki. Löggan til dæmis ekki undirmennuð og úthauguð þannig að hún sko hallir sér upp að einhverjum rafbyssum til að líða betur í starfi. Ef það væru fleiri löggur á vakt þá væru þær ekki alltaf með áhyggjur af því að þurfa að verja sig með einhverjum vopnum. Heldur getur það bara tekið á hlutum öðruvísi. Rafbyssur ekkert annað en sko einkenni á sjúku kerfi. Og þetta raunverulegt sem þetta segja vegna þess að stefnan í Evrópu núna með því að auka herútgjöld alls staðar. Og ég held að 2% eftir að hækka fljótlega upp í 3% og það eru mörg sem eru bara farin upp úr 2%. Þetta náttúrulega peningar sem eru teknir út úr sko velferðarkerfunum og grunninnviðunum sem að munu auka óstöðuleika, pólitískan og félagslegan stöðuleika inn í ríkjunum sem að mun valda óöryggi miklu meira heldur en sko vopnin eiga að geta varið okkur fyrir. Þannig að Evrópa einhvern veginn á svo furðulegri leið með þessari hervæðingu. Má ég segja, ég verð að segja eitt sko. Það er alltaf talað sko að þurfa að auka hernaðarútgjöld. Ég spyr bara til hvers. Hernaðarútgjöld Bandaríkjanna og NATO samanlagt eru 70% af öllum hernaðarútgjöldum í heiminum. Bandaríkin sem eru leiðtogi NATO eru með meiri hernaðarútgjöld, þetta eru næstu 10 löndi samanlags. 3 sinnum meira heldur en Rússland og þú veist, allt NATO og Bandaríkin eru með margfalt meiri hernaðarútgjöld heldur en Rússland. Til hvers þurfum við þá að auka hernaðarútgjöld? Þetta er alltaf bara glórulaus umræða. Það er aldrei minnst á þetta. Það er aldrei talað í hvað fer peningurinn. Akkur þurfum við svona mikið pening margfalt meiri heldur en anstæðingar okkar. Þetta er aldrei rætt. Þetta lýðsafnartalar sem kemur í silfrið og ræðir þetta og talar fyrir auknum hernaðarútgjöldum. Það segir þetta aldrei. Í hvað fer peningurinn og samt ekki hægt að vinna, þú veist, stríðið í Úkraínu og svona. En svo náttúrulega sko hernaðarútgjöld eru líka það gleymist líka umræðinni. Í flestum ríkjum eru hernaðarútgjöld bara byggðaaðgerð. Bandaríkin verja svona brjáluðum upphæðum í hernaðarútgjöld vegna þess að þannig geta þau stutt byggð í einhverjum útnárum hér og þar landið. Military Industrial Complex heitir það. Og þar með nær einhver senator endurkjöri og þar með viðheldur þetta sér. Ég meitt á fundum í NATO-þinginu, þá var einhvern veginn að vera tala um það, hvernig væri hægt að halda stuðningi kjósenda við aukin framlög til Úkraínu. Og þá kom eitt bandaríski þingmaðurinn með þessa snilda lausn, bara gerir eins og við, segir bara, heyrðu, 80% af þessu hvort þeir ekkert að fóru landi, 80% af peningunum fer bara í bara laun heimahri. Biden segir þetta þegar hann er að tala við þingið, hann segir að við ætlum að eyða peningunum í kjördæmunum ykkar og við sendum bara gamla drasli til Úkraínu og svo bara búið til alls konar nýtt og það verður búið til í ykkar kjördæmum. Hann segir þetta bara beint. Já, þannig að þetta er bara, þannig verið að rugla saman bara óskyldu markmiðum. Okkar verkefni er að halda upp umræðum öryggis og mál á Íslandi og náttúrulega hinspólitíkina sem að því miður það er einhver megin straumur sem að liggur yfir henni þannig að þessi þætti sem við vorum að vísa til voru náttúrulega ævintýralegir þar sem að sátu bara haukar í öllum sætum í ríkisútvarpinu fyrst í silfrinu og svo í vikulókunum á vikulókunum eins og það væri komin bara einhver lína sem ætti að koma. Það eru bara mjög fáir kjörni fulltrúar eftir sem nenna að tala fyrir friði. Þetta er bara orðið mjög hópur. Ég man líka bara mjög vel eftir því þegar að Úkraínu stríðið var að hefjast og maður var svona sjálfur eitthvað veikumætti svona reyna eitthvað að þú veist, ég veit ekki, bara að halda á loft einhverju svona, bara einhverju, þú veist, vitrætni svona greinandi umræðu, sko, ok, bara býtu hvað gerðist og hefði verið hægt að forða þessu og eitthvað slíkt, sko, ég meina maður var bara brennimertur og bara, þú veist, þetta var bara, maður var útrópaður, sko, já. Og ég meina, og þessi svona war fever stemning náttúrulega bara tók allt yfir og
og ég meina svona eins og fólk í akademíun og svona sem á mikið undir því að vera ekki, lendi ekki óvart í því að vera eitthvað svona útskúfað og eitthvað svona, það bara lærir að passa sig. Þess vegna maður, ég bara dáist að hugur ekki hans Hilmar Þórs til dæmis, að bara þora að skrifa þessa greina sem hann að gera, sem að hann að nota þekkingu sína til þess að bara tekna upp, þú veist, mynd sem hann að gera út frá þekkingu og heiðarleika af ákveðnu ástandi í heiminum. Ég held að maður vera mjög þakklátt fyrir það að einhverjir skuli svo þóra. Hann kemur hingað og hann kemur líka í Sprengisand, en það er sárasjaldan sem hún sér talað við Hilmar Þór á RÚV. Ég held að bara það var alla gerst. Það er engin tilvíðun að rattir eins og hans þeim aldrei búið, sko. Það er bara búið þessu röddum sem þú talaður sem að mæta hérna í Selrið og Vikulókin, og það líka sýnir, sko, bara meðal stjórnmálamanna, með íslensk fjölmiðla, hvað bara allt pólitíska litrófið í utanríkismálum, varnarmálum hefur færst langt til hægri. Þú veist, þetta eru allt saman bara ultrahægri menn þegar kemur að utanríkismálum og varnarmálum. Það eru engir miðjumenn, hófsemismenn eða vinstri menn. Og maður er útrópaður, sko, fyrir það að vera einhver ofstækismadur og gott ef ekki pútínisti, svona vinsælt orð, sko. En sko, samt þú veist, eiginlega bara allt sem ég hefur nokkuð tímann sagt eða hugsað eða verið sammála um þessi mál, kemur bara frá, þú veist, bara bandarískum, svona gömlum, old school, kaldastríðs strategistum, sko. Svo George Kennan og Charles Freeman og þessir menn, þetta eru sem hafa haft réttar greiningar. Þeir vöruðu við austurstækku NATO á sínum tíma, þetta er mistök, þetta styggja Rússland og leiða til átaka. Þetta voru, eins og segir, menn sem tóku sjálfur þátt sínum tíma í kaldastríðina að móta stefnu, sko, Bandaríkjanna og NATO containment og allt það, sko, og þeir bent á að þetta væri ekki góð strategía, sko, sem að sýnir, sko, hvað bara allt pólitíska litrófið, eins og segi, allt pólitíska litrófið í utanríkismálum fyrir færst langt til hægri. Þetta er veiking líka, já, og veiking stjórnmálana. Ég horfi líka píldi á það þannig, skilur við. Stjórnmálamenn eru bara veikir karakterar, falla bara mun auðveldar í freistni. Ég vissum að JFK hefði getað, sko, fengið, þú veist, atkvæði og eitthvað að láta klappa fyrir sér ef hann hefði tekið, sko, harðar afstöðu gagnvart Kúbudeilunni, en það hefði kannski kostað okkur kjarnorkustríð, sko. En ég held að þú veist, kalkúlusin hjá þjóðarleitum í dag sé ekkert endilega svona. Og svo er annað líka sem ég held að sé ákveðin svona veiking, og það er það að, sko, svona langtíma strategísk hugsun, hún virðist líka vera pínlítið svona á undanhaldi. Og það sem við til dæmis í svona ákveðinni hnignun, sko, akademíunar. Akademíkar eru einmitt líka farnir að stjórnast mjög mikið af svona skammtíma hugsun og einhverjum svona hégóma og eitthvað slíkt. Þú er ekkert að stíga fram og segja hluti sem er óttast að verði óvinsælir eða gagnrýndir eða hljóti ekki náð, skilurðu einhver staðar. Svo er náttúrulega ekki hringt í þá, það er náttúrulega eitt í því, eins og til dæmis Magnús Bernharðsson hefur bent á að í upphafi Íraksstríðsins að þá var talað við hann og aðra sem að voru svona hans línu í svona 4 daga. Eftir það var bara aldrei hringt í þá, sko. Þannig að meginstraumurinn bara talar ekki við þá vísindamenn að fræða fólk sem er ekki á línunni. Og það sem að gerist líka, kannski er þetta orðið svona þunnt og vittlust eins og þú ert að lýsa, að þá gerist það líka að ef að þú gagnrýnir þetta, að þá þú skilgreindur sem öryggisógn, af því að þú ert ekki á línunni, af því að svona viljum við ekki ræða við Pútínistan, vegna þess að það geti, sko, það eru öryggisógn í því að hafa hann inn í umræðunni, þannig að við skulum bara íta öllu frá og við skulum halda áfram og keyra þess að næst áfram. Já, og það má nú spinna þessa þræði bara víðar eins og bara þessi áhugaverð umræða sem er í gangi núna innan svokölluðu elítu um Katrínu Jakobsdóttur og svona og þú veist, þá skynja maður auðvitað, sko, hvernig það er svona varðborg sem er slegin, þú veist, utanum umræðuna og utanum svona oftar en ekki bara svona þann sem lýsir sig duglegastan við það að vilja, sko, ekki að rugga bátnum og svona halda núverandi ástandi, sko, þannig að okkur einhvern veginn líði öll vel og það sé ekki óþarfa átök og eitthvað svona og fólk sér þetta holdgerast í Katrínu Jakobsdóttur, sko, og svo kemur einhver mannski eins og Auður Jónsdóttir sem svona einhvern veginn bara svona heiðarlegur upplýstur samborgar sem er að horfa á þetta og svona finnur þetta svona í beinum, það er eitthvað svona skrítið við þessa stemningu, sko, svona eins og bara þegar þú ert í, ég veit ekki, þú veist, í bekk, það sem að þú einhvern veginn, það er eitthvað svona, já, það er eitthvað svona, þú veist, einhverjar klíkumyndanir og svona í gangi og þá er þetta rosalega óvinsælt og þá er strax, sko, dregnar þessar línur svona milli þeirra sem eru innanbúðar og þeirra sem eru utangarðs og þessar línur eru dregnar, mér finnst það að vera svona dregnar fyrr og dýpra í svo mörgum einhvern veginn svona levelum í okkar samfélagsumræði og mér finnst svona að þú talar um svona echo chamber á hann, Andrés, ég held að það sé alveg hárrétt. Það gerist miklu fyrr að það er svona reistir þessi svona múrar einhvern veginn í kringum, þú veist, einhver ákveðna stefnu
og fólk svo bara, þú veist, kjöldreið og uppnefnt sko, leið og einhvern veginn dansar ekki í takt við það. Og þarna alltaf lítið eftir að hinnum svokölluðu gildum ef að við þolum ekki opna krítíska umræðu, það væri alltaf ekkert eftir. Talandi það, þetta sama liðið sem að tala alltaf sko, þetta snýst vestræn gildi og lýðræði, þetta sama liðið sem að sko útrópar pólitíska andstæðinga sína sem sko vinna fyrir erlent afl, pútinistar, kremlverjar, sem náttúrulega elsta trikki í bókinu alltaf nota í allræðisríkjum að útrópa sína pólitísku andstæðinga að þeir eru að vinna fyrir óvinnin sko. Samsæriskenningar. Og þagga niður, skiluru, lýðræðislega umræðu, þagga niður gagnrýnisraddir og vilja bara hafa einhverja einstefnu. Er þetta ekki það sem tíðkast frekar í allræðisríkjum, heldur en í lýðræðisríkjum? Þannig að þessi hræsni sko, að tala lýðræði vestræn gildi á sama tíma og þeir aðhellast bara einhverja einstefnu og vilja útiloka alla sko ekki bara pólitíska mótstöðu heldur bara alla lýðræðislega umræðu, vilja bara útiloka hana, vilja bara allir séu á sama máli og þeir líða það ekki að einhver séu ósammála og komi með öðru í sér sjónarhorn, þetta lýðræðislegt? Það er mjög sorglegt að maður sér oft svona fólk sem er kannski mentað fólk sko, svona til þess að vera svona mentað, frjálslynt og upplýst, það að gagnrýna sko falsfréttir og samsæriskenningar hjá hinum og þessum sko. Svo það sjálft bara ekkert betra. Ég veist alltaf, fyndnasta dæmið einmitt að því ég bjó í Bandaríkjunum þegar hann Russiagate trillingurinn stóð sem hæst og ég svona í sakleysi mínu kveikti á sko MSNBC og fór að horfa á Rachel Maddow og ég var svo barnalegur, ég hélt eitthvað svona, hún nú svona eitthvað vinstra megin við miðju, þetta nú svona einhvers sem ég get tekið mark á. Svo áttaði mig bara, ég bara hlusta á 5 sekúndur af þess, þetta var bara delusional samsæriskenninga rugl og bara engu skárra heldur en þú veist bara aðra slíka kenningar sem að þetta sama fólk sko samt sem var tilbúið að sko fordæma. Þetta sama lið, þessi svokölluðu liberals, frjálslynt fólk sem að gagnrýna samsæriskenningar eins og segir, eins og Rachel Maddow, mjög gott dæmi, trúi sjálft þeirri kenningu að Trump sé beinlínis einhvers konar útsendari fyrir Putin. Þannig að sko, ég meina, eins og segir, er það ekki klikkuð samsæriskenning? Þetta bara svona einhver eðlu fólks samsæriskenning og buðsla, það var bara að kalla þetta þess að sínum réttu nöfnum, skilji, og þetta bara ótrúlegt og þetta svona, þetta viðgekst í hugsið bara skaðan, bara vitsmunalega rotnunin sem þetta veldur, skilji. Þeir eru annars vegar með sko Trump, sem er þetta bara, þú veist, galinn, og svo ertu með þá sem eiga að vera að veita eitthvað aðhald og mótspyrnu gegn því. Bara þeim dettur ekkert skári í hug heldur en að búið bara til sínar eigin útgáfur af sama sullinu sko. Það var niðurstaðan með Fox var að hinnir miðlarnir bara urðu andhverfa þess. Þannig var það. Og þetta er náttúrulega vandinn þegar að sko gagnleg hugtök eru útvíkuð svo mikið að hægt að vera það. Þannig að sko á sama tíma og Rússland er að beita sér með óðurlegum hætti gagnvart umræðu í ýmsum ríkjum og er að reyna að hafa áhrif á kosningar og hvað það er og er örugglega búið að vera eitthvað að pota í Trump líka, þá er ekki hægt að fella undir þann feld alla sem eru einhvern veginn sko sem öllum utan að finnst vera eins, þar með ertu að eyðileggja þetta hugtak, sko falsfréttir eru bara til dæmis eitthvað ákveðið dálítið þröngt afmarkað, ef þú ferð að kalla alla slopp í fréttamennsku falsfréttir, þá erum við bara komin á þann stað að við getum ekki lengur tekið á raunulegu falsfréttum því að það fellur bara allt og margt undir þetta. Herðu, við vorum að ræða öryggisstefnu og líka umræðu hana og enduðum svolítið að tala hvernig umræðan er í þeim ríkjum sem að bjánarnir stjórna. Viðar, Tjörfi og Andrés, kæra þakki fyrir komuna. Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, ég ætla að fara en Björn Þorláks kemur hérna, hann ætlar að tala losun eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.